við ætlum að halda áfram með umræðu umhverfismál og yfirskrift þessa þáttar umhverfisátökin. Ég svolítið innblásinn af þingi sem að ég sótti á laugardaginn í húsi Vigdísar, Veröld, þar sem að náttúruverndarsamtök voru svona að leggja spilin á borðið hvað var það rammaáætlun og virkjanir sem áður voru friðaðar en gætu orðið að veruleika. Og ég heyri til dæmis hérna Sigurð Inga Jóhannsson, formann Framsóknarflokksins á Sprengisandi í gær, lýsa því yfir að nú væri svo komið vegna gervigreindarinnar og vegna orkuskiptanna að við þyrftum að auka orkuöflun tvöfalt á næstu árum og ég hélt kannski að einhver myndi skrifa frétt þetta þessi ummæli en nei, það gerði það ekki neitt. Og við hendum svona svolítið til og frá í því hvort við eigum að huga meira að umræðu víðernin, ósnortnu, hvernig þetta talar saman orkuskiptin og mikilvægi aukinnar orkuöflunar, vindorkan kemur inn í þetta líka. Fyrir skemmstu var ég hér með verkfræðing sem að sagði að sólarorkan myndi leysa alls konar vandamál í veröldinni og væri rísandi og í dag eru komnir til þess að ræða þessi mál við mig ekki á öndverðu meiði en koma samt úr ólíkum áttum. Hallgrímur Óskarsson, þú ert framkvæmdastjóri Carbon Iceland og þið eru svona að horfa til vindorku, það ekki að einhverju liti? Ekkert endilega vindorku, við erum fyrst og fremst að horfa til þess að fanga losun frá stóriðinni, þannig að hún fari ekki lengur út í andrúmsloftið og það er hægt að nota hefðbundna orku frá vatnsaflsverum eða jarðvarmaverum eða vindorku. Þannig að bara aðalmálið er að fanga losunina. Já, þú ert allavega ekki með fordóma gagnvart vindorku hér á landi? Nei, og því að vindorka gæti nýst í þetta sem dæmi og gæti verið mjög góð viðbót. Og þú, Þorgerður María Þorbjarnardóttir, þú ert formaður Landverndar. Já. Og ég sá aðeins í skottið á þér á þessu þingi, Hallgrímur, en þú sast allt þingið með mér. Já. Og ef við byrjum kannski aðeins á því að það var svona, það kom fram að vísindarök og pólitísk rök þau ættu í svolitlum átökum og get ég spurt þig til að byrja með það þín tilfinning að vísindarökin verði hallloka undir pólitískum rökum þessa dagana? Já, í þessu máli mér fannst mjög svona góð samlíking sem að kom frá varaformanni ungra umhverfisina ef að við erum með rammaáætlun og þar farið yfir þessar hugmyndir og þær flokkaðar og í rauninni rammaáætlun hafi kannski verið svolítið búin til þess að hvar ætlum við að virkja næst. Þú getur bara sent inn orkunýtingar hugmyndir og þú getur bara friðað gegn orkunýtingu. Þú getur ekki sent inn hugmyndir verndun inn í rammaáætlun. Að við erum með til dæmis Hafró og við erum með kvóta. Það myndi aldrei fara þannig að vísindamenn segja hér er kvóti á fisk og það fer inn í þingið og pólitíkusarnir ákveða að taka það fyrir og segja nei, vissi það er svo mikil eftirspurn eftir þorski. Við bara ætlum að veiða meira og við ætlum ekki að rökstyðja það neitt. Meira heldur en bara fólkið þarna á einhverjum stað vill veiða meira og við ætlum bara að gera það því við getum selt það. Þannig förum við ekki með náttúrulegar auðlindir. Orkuauðlindin hins vegar er þannig á Íslandi að við erum með rammaáætlun þar sem að fari í faglegt mat og fari í mjög mikla vinnu við að meta áhrif, gefa einkunn, forgangsraða og síðan fær pólitíkin það í hendur. Það hefur aldrei áður gerst að ráðherra, svo ég viti, svo ég muni, hafi tekið flokkun og hvað það úr vernd og sett í bið eða úr bið og sett í nýtingu áður en þetta fer inn á þing. Þarna hafa inn á þingi hafa hefur ýmislegt færst til sem heldur ekki gott.
en við erum svona uggandi yfir því að sko að þessi faglega rökst, að þessi liti á þetta sem einhverja svona eina skoðun, jafnvel gefið í skyn að fólki sem að þar starfar sé ekki hæft til þess að forgangsraða og vinna að þessu án þess að það sé tekin dæmi um ófagleg vinnubrögð. Þarna pólitíkin komin í og það er haft eftir forstjóra Landsvirkjunar sem að sagði í viðtali 2023 að þarna fólk sem hefur bara úttalað sig að þurfa ekkert að virka meira á Íslandi, er það hæft að taka svona ákvarðanir. En hann benti ekkert á hvar þetta fólk hefði verið ófaglegt. Það er þannig með alla, er það frekar eitthvað sem að vill mjög mikið fara í virkinir, er hann frekar hæfur til að meta vísindalega og búa til skema og þetta er allt mjög gagnsætt hjá þeim. Það er aldrei til nokkur manneski sem er fullkomlega hlutlaus. En með því að hafa ferli gagnsæ, með því að sýna fram á allar rannsóknirnar, allar skýrslur sem vitnaði með sína einkunnagjöfuna, þá eru þarna mjög góð rök fyrir þeirri flokkun sem að rammaáætlun fer í og það sé hægt að segja bara, heyrðu, þetta er ég vil bara fara í þessa virkjun, setja hana í nýtingu úr byggð. Ég ætla að slaufa því að vitum við ekki nóg mikið um haförnin, áhrif á hann, vil bara setja beint í nýtingu. Þetta er alvarlegt, finnst mér, og þarna er verið að í rauninni láta eins og þessi vísindalegu rök séu, ég vil bara einhver svona skoðun sem er ekki gott. Nei. Svo sá ég að framkvæmdastjóri Landverndar, hún Björg Eva, já, hún segir í nýlegum pistli Jóhann Páll Jóhannsson orkumálaráðherra boðar risa framkvæmdir í öllum landshlutum, stór aukna orkuöflun og einföldun ferla til að flýta nýtingu. Og hann nefnir þarna virkjanakosti, virkjanahugmyndir sem voru mjög til umræðum á þinginu, Kjalölduveitu, Héraðsvötn, Hamarsvirkjun, allar á víðernum, að þær fá ekki vernd eins og verkefnastjórn hefur endurtekið ráðlagt og vindorkuver í Garðsdal færi einnig í nýtingu. Er þetta bara staðreynd eða er þetta skoðun að er umhverfisráðherra að fara fram núna með einhverjum þeim hætti sem að þið í Landvernd teljið ykkur ekki hafa séð á þeirra? Já, eins og ég sagði, hann er að taka þarna sem ráðherra og fara og leggja inn á þing og breyta frá því sem að rammaáætlun leggur til án svona haldbæra raka. Það er fyrst og fremst bara það er atvinnustefnan og að það muni mögulega vera mikill vilji til þess að afla meira orku, að þá eigi að taka kosti sem hafa verið flokkaðir í vernd og setja þá í byggð út af því við viljum að bíða og sjá hvort að forsendur breytist. Forsendur náttúrunnar, forsendur rannsóknana á verndargildi svæðana. Það mun ekki breytast nema mögulega til frekari verðmæta vegna þess að við erum á jörðinni að eyða búsvæðum, dýra, víðernum allan heim. Snortin svæði eða lítt snortin svæði mun bara vaksa í verðmætum. En verðmætin eru kannski síst fjárhagsleg oft á tíðum. Það er kannski aðalega ferðamenn sem koma hingað til þess að sjá þessi víðerni sem eru þessi fjárhagslegu verðmæti, en verðmætin eru enga síður mikil þótt að þau séu kannski á endanum fjárhagslega. Það er hægt að, ég meina það er til alls konar tilraunir til þess að meta það, ég vil ekki að fara kannski djúpt út í það, en þau eru verðmæt og mikilvæg og það er ástæða fyrir því að þetta er metið í vernd. Það er ögrandi spurning hvort orkuskiptin geti eyðilagt náttúru Íslands. Ég held ekki. Það er kannski þessi hugmyndum orkuskipti sem að mér finnst það sem ég hugsa gæti að færa á versta veg er að við trúum því alltaf að það sé verið að virkja fyrir orkuskipti og það fari alltaf, þú nefndir gagnaver og gervigreind. Eins og staðan í dag þá er það sá sem býður best sem fær samning
og það eru Evrópulög sem að tryggja það að við eigum að taka þeim samningum sem bjóða hæst verð og ég held bara að rafeldsneyti sé ekki samkeppnishæft. Við þurfum ekki að virkja meira til þess að rafbílavæða Ísland en við þurfum orku í rafeldsneyti en þá þurfum við líka að taka ákvörðun hvernig við ætlum að gera rafeldsneytið samkeppnishæft við gagnaverin, við allt hitt og ég sé það ekki gerast. Mér finnst þessi ríkisstjórn, mér finnst stjórnvöld almennt bara ekki vera að skoða hvernig þau gera það. Þetta spurning hagvöxt, þessi orkuöflun sem að þessi ríkisstjórn keyrir á en ekki orkuskipti meðan við þá samkeppnisstöðu sem að rafeldsneyti hefur í dag. Okay. Hallgrímur, þú kemur úr náttúrulega annarri átt. Já, þú veist kannski meira samkeppnishæfni rafeldsneytis en ég. Þú sem sagt ert með fyrirtæki þar sem að þið stefnið að förgun CO2. Já, við stefnum að því að fanga CO2, þannig að losun eins og frá stóriðu fari ekki lengur út í andrúmsloftið og svo spurning hvað gert við öll þessi mörg 100.000 tonn af CO2. Sumir hafa vilja setja það í jörðina en Carbon Iceland ætlar ekki að gera það, heldur að svona hagnýta það og til dæmis ef að losun frá einu álveri yrði fönguð, þá hægt að framleiða umhverfisvænt eldsneyti fyrir allan fiskiskipaflotan sem dæmi. Og þetta auðvitað mjög falleg hringrás. Losunin ekki lengur út í andrúmsloftið og fiskiskipin kaupa þó ekki lengur jarðefna eldsneyti. Í ljósi þessara hugmynda og svona ykkar vinnu þá fylgist þú ekki svolítið spenntur með svona orku umræðinni hérlendis, finnst þú pólariseruð? Já, og ég held að í mörgum löndum sé einhvern veginn öll umræða orðin mjög pólariseruð. En já, hún er svona pólariseruð að hluta til vegna þess að það verið að tala það að við þurfum að taka tillit til vísindalega raka og iðka náttúruvernd og ég held að ég sé mikill náttúruverndarsinni og flestir aðrir, við erum það mörg hver Íslendingar og þegar það hrópað upp að það þurfi að, eins og stundum sagt, teppalegja Ísland af vindorkuverum til þess að kalla fram einhver orkuskipti, það alls ekki rétt, það brot úr 1000% af landi Íslands sem þyrfti að vera, kannski 3-5 staðir, það sem þyrftu að vera vindorkuver ef við ætlum að nota vindorku alfarið í að sjá orkuskipti sem dæmi. Þannig að þetta mjög, mjög lítill hluti af landsvæði sem myndi fara undir slíkt. Þannig að það ekki verið að teppalegja að neinu leyti. Þetta yrði sjálflegt sums staðar en ég hlynntur því að vernda náttúru og ég sé bara mikil tækifæri að vernda mikilvæga staði og hafa þá eins og þeir eru en á sama tíma væri hægt að þoka málum áfram þannig að Ísland geti verið í fararbroddi að hætta að nota jarðefnaeldsneyti og fasa það út á kannski 5 árum, 5-10 árum og nota umhverfisvænt eldsneyti í bland við rafmagn og aðra slíka þætti í að gera Ísland virkilega umhverfisvænt þannig að losun vegna jarðefnaeldsneytis myndi dragast mjög mikið saman. Það hefur rætt að vindorkukostir hér gætu verið dreifðir á 30-40 staði jafnvel, ef svona ítrustu hugmyndir ganga eftir og þetta eru þá einkaaðilar og það kom nú aðeins fram á þinginu að þú getur jafnvel bara sem landeigandi einhvern veginn tapað fyrir einhverju business hugmynd og eitthvað svona. En er það bara allt í lagi, að við værum með vindorkuver á 30-40 stöðum? Nei, þetta eitt af því sem oft sagt. Það sem sagt teknar allar hugmyndir sem
eru á teikniborðinu og það getur vel verið að þær séu 30-40, ég hef ekki talið þær, en auðvitað er alveg fjarri lagi að þær verði allar að veruleika. Það er mjög eðlilegt að það sé byrjað að kíkja á svæði og segja eigum að hafa vindorkuver hér núna þegar við erum rétt að byrja í íhuga á notkun á henni og þá er mjög eðlilegt að skoða kannski 30-40 kosti en mér finnst umhverfisráðherra að taka mjög skynsamlega á þessu og prófa til dæmis að hleypa einu í nýtingu. Þetta er samt þá númer 2 í rauninni, því að það er nú þegar. Einmitt, þannig að maður spyr sig hvar stoppar og segir alltaf að hleypa einu í viðbót aðeins að skoða hvenær, þú veist, á að hleypa svona miklu fram fyrir röðina áður en að... Við skulum hafa áhyggjur af því ef að þessi 30-40 eru einhvers staðar á teikniborðinu, þau eru það ekki. Nú eru 2 vindorkuver sem eitt hjá Landsvirkjun, Vaðölduveita og þetta í Garpsdal sem að verið er að íhuga að setja í framkvæmd nýtingu og þarna erum við bara með 2 svæði og af 105.000 ferkilometra Íslandi þá er það bara mjög lítið þannig að ég held að ríkisstjórnin sé að feta skynsama leið í að taka rétta ákvörðun að taka hæg skref í að nýta vindorku og taka kannski 1 og 1 í viðbót og sjá hvað kemur út úr því og það er nú eitt af því sem að hefur lítið verið bent á að í þeim nágranna löndum hér, þar sem vindorka hefur verið sett í nýtingu, það hefur fylgi almennings við hana aukist töluvert eftir að þið sjá hvernig hún virka og hvað hún getur gert. Þannig að í öllum nágranna löndum fyrir utan Noreg, þar er fylgi almennings við vindorku 64 til 78%. Í löndum sem hafa nýtt hana. Noregur, þar er það 45% og eru vaxandi og þetta er bara nauðsynlegu þáttur eins og þú myndist á í þínum inngangi að það er meiri orkuþörf en áður, það er þessi gervigreind og svo er að fasa út jarðefnaeldsneyti og svo ýmislegt annað, það er fjölgun og hagfræðingar hafa verið að benda á það að það hefur engin hagvöxtur verið á síðasta ári á Íslandi og ég skil vel að einhver segir við getum ekki bara horft á hagvöxt, nei það er alveg rétt að við þurfum líka að horfa á hann því að þetta er atvinna heimila í landinu og þarna kemur að svona ákveðnum bolta sem er vandasamt að halda á í höndunum sem er að öll þessi góðu og gildu vísindarök sem verið er að setja á borðið og eru auðvitað mikilvæg þau eru gjarnan kannski horfa bara á ákveðin anga, það er verið að fara í rannsóknir að telja fugla og erni sem er auðvitað mjög mikilvægt og það er verið að skoða lífríki á svæðinu og jarðveg og ýmislegt þannig og allt þetta er mjög mikilvægt að leggja á borðið en ég hef ekki séð neina vísta rannsókn sem skoðar þetta í heild fyrir Ísland, það er að segja að meta vístalega þáttinn sem er mikilvægt og skoða svo þau mál sem að kannski ríkisstjórn bera ábyrgð á að halda upp í atvinnustigi. Eitthvað jafnvægi er þarna á milli, við sjáum það að eins og einu svæði á ráðstefnunni sem var á laugardag þá kom í ljós að það hefðu mælst eða sem sagt verið staðfest að 4 ernir hefðu á ákveðnum tímabili flogið yfir svæðið. Garpsdals. Já, þar. Og það er mikilvægt að vita því, en það er til dæmis ekki hægt, það er ekki hægt í mjög langan tíma að láta 4 erni ráða því að það komi jákvæð áhrif á atvinnustig eða orkuskipti eða eitthvað svoleiðis. Miklu frekar að setja orkuna í það að ræða og finna lausnir á hvernig er hægt að nýta vindorku og vernda ernina og ég heyri það frá þeim sem er að þróa
þessi vindorkuver að það séu komnar fjölmargar lausnir sem að lágmarki hættuna á því að þó að séu fuglalíf á svæðinu. Það er verið að mála eitt spaðasvartan og það er ýmis önnur röks, eða sem sagt ýmsar aðrar leiðir sem hægt er að finna til þess að finna lausn á þessu og vernda náttúruþáttinn sem er mikilvægt. Og ég held að þetta verði alltaf svona tóg og það er eðlilegt að sé tóg að vernda náttúruþáttinn og líka halda framgangi áfram og svara kallinum meiri orku. Aðeins að kannski biðja þig að bregðast við þessu. Já, náttúrulega sko þessi 4 ernir voru 4 af 36 merktum örnum og þetta var af ekki mjög mörgum merktum örnum, þá voru þetta margir ernir og ég held að það sé ekki hægt að segja að sko við látum að þetta eigi að vera spurning hvort ætlum við að vernda erni eða þessa 4 erni eða þú veist að styðja við atvinnuþróun í landinu. Auðvitað viljum við öll styðja við atvinnuþróun í landinu en það sem við kannski erum að benda á í landvernd og eins og á þessari ráðstefnu að sko orkuauðlindin, hún er takmörku auðlindin eins og hver önnur þá við getum ekki endalaust bætt við. Það er staðreynd. Við munum ekki, það eru bara auðlindir á jörðinni, við erum með þolmörk jarðar á mörgum sviðum og ég bara deili þeim áhyggjum með Hallgrími og fleirum bara hvernig getum við stuðla að atvinnuþróun, stuðla að lífsgæðum og að við sem sagt og svona sjálfbærni í okkar lifnaðarháttum án þess að ganga of á þessar auðlindir vegna þess að ef við horfum bara 100 ár fram í tíman eða lengra, ef við ætlum alltaf að stefna 2% hagvöxt og alltaf bæta við, þetta kemur ný tækni, orkuöflun og annað en það mun alltaf krefjast málma, það mun krefjast of plast, það mun krefjast alls konar hlutar en það er örgulega nóg til plasti en það eru ýmis svona aðrar auðlindir sem að göngum á og þá förum við í kannski frekari vinnslu á þeim þar sem þau eru minna hagkvæm og það er orku hagkvæm og þá þurfum við meiri orku. Þetta er bolti sem heldur áfram að rúlla og stækka og við þurfum að fara að horfast í augu við það að orkan á Íslandi líka endurnýjanlega orkan sem við framleiðum, hún er takmörkuð og hvernig ætlum við að fara sem best með hana? Ætlum við bara að bjóða alltaf hæstbjóðandi eða ætlum við að vera með hvata, vera með hvata og lata í okkar kerfi til þess að stýra orkunni í notkun sem að við erum hvað sáttust við, sem stuðlar að hvað mestri sjálfbærni og það held ég að sko, og talað gagnaverin, ég held að við eigum eftir rosalega stórt verkefni þegar kemur að gagnaverum að sko ætlum við endalaust að stækka þau líka. Það eru líka takmarkar auðlindir sem að við notum til þess að byggja upp gagnaver, til þess að reka gagnaverin. Öll notum við internetið. Hvað er verið að geyma í þessum gagnaverum? Það veit það eiginlega enginn. Hvar ætlum við að draga einhverjar sko... Ertu það komin út í siðferðislega spurningar eða? Bara bæði og bara... Þetta er svona kannski ákvarðanir sem að ekki vera teknar bara á Íslandi en hvað ætlum við að geyma? Ætlum við að geyma bara allt á internetinu sama hvað það er og nota í það dýrmætar auðlindir. Þetta eru siðferðislega spurningar og En ef við bakka aðeins þessar tölur sem Hallgrímur nefndi svona jákvætt viðhorf til þess að Norðurlöndunum til vindorku hefur þetta verið skoðað hér nýverið afstaða almennings til vindorku mannvirkja? Afstæða svona eins og bara Gallup eða eitthvað slíkt. Hvert viðhorf landans er. Það hefur eitthvað verið gert en ekki kannski held ég með reglubundum hætni en ég held að aðalatriði í svona skoðun almennings
sé þessi umpólun sem virðist hafa átt sér stað í Norður-Evrópu og Skandinavíu þegar fólk hefur verið búið að kynnast vindorku og það er alls konar skoðanir, ef að vindorka hefur ekki verið leið í landinu þá geta skoðanir verið alls konar og nei, segja margir og skulum bara hafa þetta fyrir utan landið. En við verðum náttúrulega líka að skoða samhengið eins og Noregur þú nefndir Noreg þar sem að kannski stuðningurinn hvað minnstur, þar Noregur kannski hvað líkust okkur, hvað varðar landslag og þannig að við þurfum að horfa til Noregs og þar hafa verið gerð stór mistök í innleiðingu vindorku, það hafa fallið dómar, mannréttindadómar og annað, en ég held að Já, það er samt alls ekki þannig að við höfum bara að horfa til Noregs af því að þar mótþróun mestur. Mótþróun mjög dvínandi í Noregi, þetta 45% núna sem eru fylgjandi vindorku og það fyrst og fremst alveg rétt eins og þú nefnir, þá það þetta verkefni fyrir alls ekki 15 ár þar sem að voru gerð mjög stór mistök í Noregi, þar sem að vindorkuver var heimilað hjá stærsta arnarvarpi í Noregi. Og normenn eru ennþá að svona býta úr nálinni með þetta. Þetta voru rísa mistök, já. Við erum ekki að skoða Norega því andstæðan mest þar. Við erum að skoða Norega því þar eru mikið af ósnortum svæðum líkt á Íslandi. Það öðruvísi að byggja vindorkuver þar sem kannski voru akrar, þar sem eru vegir. Og það var alltaf verið megin rök sendir landverndar gegn vindorkunni. Það þessi víðernis náttúrurök. Já, ég meina á Íslandi ekki skógur. Þetta verður sýnilegt mjög víða. Umhverfisáhrifin eru mikil. Við erum að tala að brjóta land undir vindorkuver eins og að brjóta land undir byggð. Þetta gífurlega mikið af vegum, gífurlega mikið af steypu sem þarf að steypa í undirstöður. Þannig ef þetta á ósnortnu svæði þá þetta mjög mikið landbrot. Það eitt punktur með þetta, ef við skoðum þessa virkjun á grænu orku, það hægt að gera það með jarðvarmavirkjun, með vatnsaflsvirkjun og með vindorku veri, og af þessum 3 valkostum þá langauðveldast að taka niður vindorkuver, og ég hef skoðað svæði í Noregi þar sem var stórt vindorkuver sem búið að taka niður af því að það var bara búið að vera í notkun og skila sínu, og þeir sem voru með mér í hópnum þeir segja, hvar var vindorkuverið? Það var hér og sér engin neitt. Þetta mjög, getið þið ímyndað ykkur eins og upp á Búrfellssvæði ef það ætti að taka niður vatnsaflsvirkjanirnar sem auðvitað verður vonandi ekki gert. Það ekki hægt að taka þær svona smekklega niður. Nei. En landbroti nú samt mikið, sérstaklega á svæðum eins og flest vindorkuver á Íslandi eru á þessu korti sem að Landvernd heldur utanum, náttúrukortið, það sem við erum að setja inn allar þær hugmyndir sem eru á teikniborðinu. Þetta mjög mikið á heiðarlandi, á ósnortnum heiðarlöndum þar sem jafnvel votlendi. Við vitum það alveg af reynslunni á Íslandi að endurheimt votlendis, það bara alveg stórt verkefni og við þurfum að fara að endurheimta votlendi og við erum í mikilli skuld þar og allir við þetta framræsir í rauninni mikið af votlendi að ætla að byggja á svoleiðis svæðum. Þetta hann að Búrfells eða Vaðölduver, alltaf verið að skipta nöfn á þessu. Þar erum við ekki á svoleiðis svæði, en þá erum við komin inn á inn að miðhálendislínu þar sem þetta mun sjást mjög víða á hálendinu, og það mjög mikil mótstaða við vindorku á Íslandi, og við finnum það mjög mikið í Landvernd að mitt bakland algjörlega bara með miklar áhyggjur af þessu. Það mjög mikil andstaða. En bakland náttúruverndarfélaga kann að vera allt annað bakland heldur en bakland almennings. Já, en þú sér það ef að það ég held að þetta sé bara mjög skýrt dæmi það að ef að þegar einhvern veginn það ekki komið, það ekki komið neitt regluverk utan vindorkuna. Það eru þessi einkafyrirtæki sem fara inn í vindorku bransan á Íslandi sem að vera að skrifa umsagnir, tala mjög illa rammaáætlun, vilja ekki vera inn í rammaáætlun, tala niður vísindalega rannsóknir og á meðan
að stjórnvöld halda ennþá sér höndunum ekki með neina sérstaklega stefnu þetta, þá verðum við bara að horfa á það að þessi 30-40 vindorkuver sem eru á teikniborðinu að þau eru öll möguleg, þú veist. En ég ætla bara að klára að þegar það svona mikið óreiða, þegar það eru svona stórar hugmyndir, þegar eru stórar yfirlýsingar, það kallar á mjög mikla reiði. Já. Og það eru auðvitað, þú veist, það eru auðvitað í mínu baklandi kannski fólki sem hefur mestar áhyggjur af þessu, en það hefur mjög miklar áhyggjur og mjög góðri ástæðu vegna þess að það og ég alveg þar meðal, ég ekki að tala eins og ég sé ekki partur af þeim hópi, en áhyggjurnar eru af því að það lítil, það mjög mikið svona stjórnleysi og mjög stórar hugmyndir. Það kom líka fram á þinginu að raddir náttúruverndar væru veikar, við höfum stundu talað svona þingmannasamsetningu, að það eru ekki svona mjög háværir umhverfisverndarflokkar inn á alþingi núna og peningar, hættan á peningar kaupi allt, hún vómi náttúrulega yfir mörgum sviðum. En Hallgrímur, þú vildir aðeins koma inn í þetta? Já, sko þarna erum við, það nefnilega að svo mörgu leyti það sem að, ég tala mikið við landverndafólk og að svo mörgu leyti sem að við erum bara sammála. Ég til dæmis bara megninu til sammála því sem Þorgerður var að segja núna að vernda á réttum stöðum. Ég sé ekki allar þessar áhyggjur sem að verið að reyna að kasta fram að hér sé að bara fara að virka allt ef við skoða síðustu 20 ár. Það ekki 2006 síðan var síðast virkjað og síðan... Nei, það hefur aukist 20% Já, ég að tala þá svona stórar virkjanir. Þetta hafa litlar virkjanir komið reglulega. 2006 hins vegar rosalega stórt ár því að þá Kárahnjúkavirkjun og þá hefst öll þessi umræða 19 ár síðan rammaáætlun í kjölfarið á Kárahnjúkavirkjun fer að verða... Já, ég var að tala þessar svona stóru virkjanir. Ég veit að þessar litlu virkjanir hafa reglulega komið hérna fram. En ef við skoðum stóru myndina þá er þessi tregða gagnvart virkjunum, hún sem sagt hjá náttúruverndarsamtökum bara búin að hafa mjög mikil áhrif og það bara mjög jákvætt, þannig að sjónarmið náttúruverndar komi skýrt fram og þar hefur Landvernd staðið sér bara mjög vel að halda þeim sjónarmiðum á lofti og meðal annars hefur það leitt til þess að það eru risastór spurningamerki hafa verið sett virkjanir og það hefur hægt mjög mikið á því sem að virkjana aðilar hafa viljað fara út í, þannig að bara áhrif landverndar eru mikil og það bara fínt að halda uppi þessi sjónarmiðum, en ég hef ekki áhyggjur að hér sé kom eitthvað ástand það sem að verður farið að virka allt mögulegt eins og stundum kallað, ég bara sé það ekki gerast og ég held að ríkisstjórnin sé á ágætis jafnvægi stað með þetta og myndi ekki fara að heimila eitthvað slíkt. Við sjáum að landvernd eftir mjög mörg ár, Landsvirkjun eftir mjög mörg ár fekk leyfi fyrir Vaðalduvirkjun og svo við verðum að prófa einn einkaaðila núna sem að fær líklega nýtingarleyfi og ég ekki sammála því að því ég heyri nú í aðilum sem að þróa vindorkuver og Þorgerður sagði að þeir voru mjög á móti rammaáætlun. Ég hef talað reglulega við þessa aðila, ég heyri það ekki þessi á móti þessari rammaáætlun og þeir bara virða hana, þeir segja, já þetta lög á Íslandi, við virðum þau og mér finnst of stökk mynd oft máluð af þeim sem að þróa vindorkuver á Íslandi. Ég get til dæmis nefnt einn aðila sem að erlendur og hann í eigu norskra sveitarfélaga sem dæmi, þar sem eru mjög háir staðlar umhverfisvernd, siðferði, skila tilbaka til þjóðfélagsins, standi vel í að virða umhverfi, áætlanir að taka vindorkuveri niður að notkun lokinni, það oft eftir 25 ár og ég bara, þegar ég kynntist þessum viðhorfum þá var ég bara mjög hrifinn. Þetta alls ekki í takt við eins og svona þessa svörtu málingu sem stundum sett á vegginn og sagt að allir þessi aðilar séu ómögulegir. Þeir eru bara mjög viljugir til samstarfs að virða rammaáætlun sem þeir hafa gert
og að fara eftir þeim sjónarmiðum, ekki bara íslenskum lögum heldur þeim sjónarmiðum sem að landvernd og náttúruverndar setja fram og Þorgerður minntist líka á að hérna, það sé ekki búin virðing fyrir vísindavinnu. Ég sé þá bara bera mikla virðingu fyrir vísindavinnu, þeim sem að þróa vindorkuveru og ef við tölum ráðstefnana sem var á Laugardag, þar kom fram í máli meira þess að gagnmerkir á góðra vísindamanna sem voru þar að tala að þegar þeir vísuðu í sko erlenda sérfræðinga sem eru líka vísindamenn sem að kannski vindorku þróunar aðilar hafa ráðið, að þá var nú mjög stutt í að tala þá niður. Jafngildir vísindamenn, að tala jafngilda vísindamenn niður. Þannig að þetta svolítið það eru svolítið mikla tilfinningar í þessu og ég held að séu ekki margir sem eru bara að fara eftir vísindarökum. Það miklu frekar þannig að aðilar sé að tína til vísindarök sem að hendar þeirra trú. Mér langar aðeins að taka þennan bolta með tilfinningarnar, að það ekki skrítið að það séu miklar tilfinningar í þessari umræðu þessa dagana. Eitt náttúrulega ást Íslendinga gagnvart óspjallari náttúru og þessi heimspekilega hugsun að við búum í landi sem á sér enga líka hvað varðar þetta og við getum kannski tekist á við verðtryggingu og skýta veður og alls konar óréttlæti bara ef við eigum eitthvað stað út í náttúrunni sem að okkur líður eins og engin annar viti af og það er eitthvað heilagt í huga margra Íslendinga, ekki síst þeirra sem alast upp út á landi eins og hvað mig varðar. Það sem að mér finnst annað sem varðar tilfinningarnar hvers vegna erum við að ræða þetta? Jú, við erum að ræða þetta vegna þess að ef ekkert verður að gert eins og eða semst ef stefnir í það sem ef framvindur eins og horfir, þá erum við að tala 3 gráðu hamfarahlýnun fyrir næstu aldamót. Við erum með glænýjar rannsóknir sem að mæla stóraukna hættu á að Golfstraumurinn geti stíplast hér. Stundum finnst manni eins og að við missum svolítið sjónar á boltanum. Boltinn að lífríki náttúrunnar og mannvist á jörðinni hreinlega í hættu að óbreyttu. Já. En ég vil að fá en má ég aðeins klára samt. Okay. Það hlýtur að vera stóra verkefnið. Já. Að við finnum leiðir til þess. Mér svona stundum fundist þegar við erum að rífast þessa tegund og orku eða eitthvað að við missum kannski af stóra samhenginu að umræðan ætti að vera til hvers orkan notuð. Hún sannarlega að fara í það að hamla gegn eyðingu mannkyns? Já. Og ef svarið já við því, maður þá ekki með jákvæðara viðhorf gagnvart þeim orkukosti heldur en einhverjum öðrum. Hins vegar ef öflin að selja okkur orkukosti og virkjanir á þeim grunni að það bjarga heiminum, en orkan fer svo eitthvað allt annað, eins og gagnaver, þá situr maður svolítið upp með svarta pétur. Getur við hans rætt þetta? Þetta náttúrulega gagnaver ekki eitthvað alls slæm, en þetta takmörku auðlind og það eru mjög margar takmarkaðar auðlindir á jörðinni. Ég get nefnt, við ætlum alltaf að við erum að tala að við ætlum bara að taka aðeins meira af náttúrunni til þess að bjarga náttúrunni frá loftslagshamförum. En við tölum ekki nú mikið að taka af öðrum hlutum. Ég get nefnt áliðinaðinn. Álframleiðsla svona hráframleiðsla og það hægt að endurvinna ál, við gerum ekki nærri því nóg mikið af því. Við höldum alltaf að getum bara sótt meira. Það eru takmörk hvað við getum sótt meira lengi. Þannig að þegar við erum að horfa til framtíðar, til langrar framtíðar, þá verðum við átt okkur því að hráframleiðsla mun þarf að dragast mjög mikið saman. Við þurfum að fara í miklu hægari nýtingu á þessum auðlindum. En ég líka að fá að bregðast við því að það sé einhvern veginn bara sjónarmið landverndar sem að hafa einhvern veginn haldið
öllu aftur. Það kannski jákvæmt að einhverju leyti að fólk hafi svo miklu að trúa á landvernd. Ég sagði alls ekki að það væri sjónum með landverndar heldur bara að eitt af því, landvernd væri eitt af því sem að hefði með jákvæðum hætti sett á borðið upplýsingar náttúru og náttúruvernd og ég var ekki að segja að landvernd væri það öflugt en bara... En það náttúrulega var líka, það var efnahagshrun, Kárahnjúkar höfðu gífurlega mikil áhrif. Það var vaðið yfir svo mörg ferli og vaðið yfir fólk, yfir vísindaleg rök. Já, Kárahnjúkavirkjun bara svindl. Það skemmdi raunverulega mjög mikið fyrir og bjóð til mjög harða andstöðu og bara réttlætanlega andstöðu. Og við getum alveg, við verðum að horfast í augu við það að það traustið til Landsvirkjunar í mörgum krensum ekki mikið. Við sjáum framkvæmdaleyfi falla, þau halda áfram framkvæmdum. Það þarf úrskur frá úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála til að stöðva framkvæmdir sem áttu að vera eitthvað námuvinna eða eitthvað sem var augljóslega virkjanaframkvæmd. Þetta er ekki til þess fallið að fólk treysti. En þú veist að tala stóru myndina. Já, þetta er náttúrulega stærsta spurningin. Í hvað fer orkan? Ég alveg sammála þessu. Þessi spurning sem þú settir fram, að við erum hér að horfa á mjög miklar náttúrubreytingar og þar finnst mér náttúruverndar fólk sem hefur þessa góðu fallegu hugsun að vernda náttúruna. Ef að náttúruverndar fólk alfarið og að öllu leyti á móti virkjunum, að þá erum við í vanda með að bregðast við loftslagsbreytingum vegna þess að við þurfum meiri orku til þess að vinna hratt gegn loftslagsbreytingum. Það ekki hægt að segja minkum bara losun vegna þess að það mun kannski taka 50-70 ár. Það of seint. Þess vegna þurfum við orku til þess að bregðast núna og hraða á vinnunni í að berjast gegn loftslagsbreytingum. En ekki sumir að klæða þessi skrefi í trójuhesta? Þeir undir yfirskinni þess að þeir séu að bjarga heiminum, draga úr losun, hraða orkuskiptum. Ég hef áhyggjur af því út af Evrópusambands reglugerð viðskiptum með raforku að við verðum eiginlega að selja hestbjónda. Þetta er orðið svona markaðskerfi og mér finnst stjórnvöld vera að skila auðu í því hvernig stýra á orku sem verður til í orkuskiptaverkefni. Að því ef að það ekki gert, ef að það spurning að það far, og gagnavera ekki hræðileg. En það sem ég að segja, það er ekki endalaust hægt að bæta við. Ef við ætlum að nota þessu orku í orkuskiptin í rafeldsneytisframleiðslu, ætlum við að framleiða rafeldsneyti á Íslandi, mér finnst því ekki hafa verið almennilega svar vegna þess að það ekki samkeppnishæft eins og Skilði, en aftur á þessum kjarna sem við erum að ræða, ég skaut inn í þessu með trójuhestin. Erum menn að siglandi fölsku flaggi? Ég hef ekki séð það. Ég hef séð til dæmis, að því við erum að tala vindorkuframleiðendur, ég hef séð vindorkuframleiðendur stiga fram og segja við höfum áhuga að fá leyfi til þess að nýta vindorku í 20 ár, 25 ár og skuldbind okkur til þess að sú vindorka fari alfarið í orkuskipti. Mér finnst það vera mjög góð díll. En mega þau það á grundvelli Evróputilskipunarinnar? Ef þú varir að þróa vindorkuverkefni þá bara ræður þú hverjum þú selur vindorkuna. En þú setur það inn á markað? Nei, það hægt að selja beint til aðila. Þú mátt ekki virkja og segja ég að virkja eins og var gert við Kárahnjúkum, ég að virkja fyrir þennan kaupanda. Það hægt að vindorkuaðili getur selt einum aðila alla orkuna sína og hún fer þangað. Það hægt. Já, en eins og ég skil þetta, þá er mjög mikið aukin krafa að fara inn á svona opna markaði sem almenningur inn á og að þar sé mikil krafa að selja til hestbjónda. Vindorka bara áfáa kaupendur hér á landi. Öll stóriðan hún þarf jafnorku, heimili heiltur og jafnorku líka. Það eru bara mjög fáir kaupendur að vindorku vegna þess að hún svo rosalega breytileg. Og jú, það hægt að setja henni inn á kerfi Landsnets en af því að hún svo breytileg þá eru svo fáir aðilar sem að
geta sagt, hér komin, segjum orka frá Vaðölduvirkjun, en hún stundum mikil og stundum engin, og þessna ætlum við að fara í fjárfestingu á einhverju nýrri verksmiðju. Þeir þurfa, mjög margir þurfa orkuna jafnt og þess vegna mjög heppilegt í tilfelli vindorku að hún sé eyrnamerkt ákveðnum verkefnum. En ég myndi skilja stór aukna orkuþörf sannarlega ef hún ætti að fara sannarlega til góðra verka. Já. Ef hún fer í að bjarga heiminum frá því að tortímast, þá skil ég það. Þá ég til í að gefa kannski smá afslátt persónulega af einum dal sem ég annars hefði viljað hafa á sínum stað. Ég vil ekki gefa ótakmarkaðan afslátt. En mér finnst mjög svona óljóst í þessu kapplaupi sem núna hafið sko, virkjanakosti, hvort þetta að gagnast í umhverfismálunum. Já, ég held að þetta sem þú ert að nefna, það hugmynd sem að hefur verið nefnd nokkuð ítrekað svona síðasta árið hér á landi og ég skrifaði meðal hans eina grein það á síðasta ári og ég held að við getum öll mæst akkurat á þessum punkti, þar að segja við þurfum aukna orku en við ætlum að skilyrða þessa nýju orku að hún fari í að laga þetta ástand í heiminum, fari í orkuskipti, fari í að berjast gegn breytingum á loftslagi, fari í að þá ómeðvitað á endanum fari í að laga mögulega amok straum og annað sem við þurfum að gera til þess að það verði ekki hér í heiminum svakalegar breytingar á búsetu háttum fólks. Þannig að ég held að þarna, ég alveg sammála því að við ætlum að segja bara, já við ætlum að fara að virkja miklu meira og orkan má bara fara í eitthvað. Ég held að við séum öll sammála að það svona vilda vestrið og ég held að við eigum hérna einn punkt í miðjunni sem við getum öll saminast, náttúruverndafólk, fólk sem umhugað áframhaldandi atvinnu og svo fleira og umhverfisverndarfólk, að saminast á þessum punkti að við ætlum að fara í meiri orku sem auðvitað ekki 40 virkjanir eða eitthvað þannig, heldur bara skynsama fjölgun virkjana og að orkan fari þá í þessi mikilvægustu málefni, fari ekki í þá bara hvaða verkefni sem Ég held að það sé punkturinn og þar þarf ríkisstjórnin að stíga inn í og finnst þér vera að gera það? Já, sko, hún bara búin að starfa í 7 mánuði þessi skulum gefa henni sko, hún allavega ekki búin að setja fram kannski alveg nægilega þætti ennþá en með grunnar að eitthvað sé í undirbúningi og það til eitt sem að hérna undir verndar eða sem sagt á starfsviði forsætisráðuneytisins sem heitir eigendastefna ríkisins og þar sett fram svona stefna að fyrirtæki sem að ríkið á að þau skuli starfa eftir ákveðnum reglum og það grein með minna þessi 7. grein sem segir að ákvarðanir innan fyrirtækja skulu vera teknar þannig að ég man ekki hvernig það orðað en það orðað með mjög almennum hætti að umhverfismál og sem sagt svona mál þeim tengdum séu höfð að leiðarljósi. Þetta orðað það almennt að fyrirtæki eins og Landsvirkjun getur í rauninni bara ákveðu hvað sem Ef þessi eigendastefna yrði styrkt þá væri hægt að ýta aðilum í þá vegferð og ekki bara Landsvirkjun heldur öðrum aðilum að ef þeir ætlaði að fá leyfi fyrir nýri orku þá þarf að sýna fram á hvert sú orka á að fara og auðvitað hún á auðvitað fara að halda áfram að fara til heimila og tryggja lágt verð til heimila og endilega leysa þetta með hérna dísilrafstöðvar bæði á Vestfjörðum og líka í fiskimjölinu sem alltaf kveikt á haustin. Þetta svona brýnuverkefni og svo líka þetta verkefni að fara að framleiða umhverfisvænt eldsneyti þannig að við getum bara fasað út jarðefnaeldsneyti. Ef ný orka fer í þetta þá erum við heldur bara öll sammála að það sé í lagi að auka orkuöflun upp á ákveðnu marki. Já, ég held að sko þetta alveg rétt og þessi eigendastefna skiptir máli en mér finnst þú að byrja á öfugum enda. Þú segir ríkisstjórnin bara búin að vera í 7 mánuði
það hefur samt lagt fram gífurlegt magn af frumvörpum af flokkun virkjunarkosta, af einföldun ferla. Ég held að það væri betur til fallið til traust að skoða þessa hluti fyrst, að því ef þú ferð, að ég hrædd að fari fram, að við förum fram úr okkur. Kom líka fram helgin að hætta á að sérlög hverja og eina virkjun muni leysa af rammaáætlun. Og auðvitað er mikilvægt að við séum með þessa eigendastefnu, þannig að Landsvirkjun geti valið þau verkefni sem að kannski skora herra í umhverfismálum, en mér finnst það ekki vera staðan í dag, og mér finnst tónninn sem ég fæ, sem ég heyri út úr gerð af atvinnustefnu og svona, að það verið að skoða hagvöxt og það er eina markmið í þessari atvinnustefnu. Svo kemur loftslagsstefna, þar verður náttúrulega að tala saman, en bara hagvöxtur ekki sama hagvöxtur. Þú veist, Jeff Bezos getur verið helmingi ríkari, það mjög mikil hagvöxtur í því. Við eigum að vera að nota velsældarvísa til þess að skoða þess mál heldur en bara hagvöxtin. Hagvöxtur einn hluti í mælikvarða hversu vel okkur gengur. En það sem við getum öll verið sammála að það þarf að draga úr losun, stórminnka losun, það þarf að við þurfum að reyna að nýta þá tækni til að farga, og þú talar að fanga og þitt fyrirtæki þar. Við þurfum væntanlega allt þetta þrennt. Við höfum fengið mjög góða ástæðu til þess að svona sparki rassinn. Þetta mjög sterk vekjaraglukka hjá okkur með hafstrauminn. Ef hér verður óbyggilegt vegna þess að golfstraumurinn hygstar, að það sem að mér finnst bara, ég undra mig á því á hverjum degi hvað lítil umræða þetta, lítil áhersla. Jú, þetta aðeins handa við hornið, en samt þetta eiginlega bara á morgun. Og ég að velta því fyrir mér hvernig við getum fundið leiðir til þess að efla þetta samtal. Þetta sérstaklega rétt hjá þér þegar þú segir að þetta á morgun, vegna þess að stórtækar lausnir sem að þarf að fara út í til þess að vinna gegn þessari þróun, það að segja berjast gegn loftslagsbreytingum, það taka 5, jafnvel 10 ár í undirbúningi. Og allra síðast í séns já, þessna það ekki að það bara, við skulum bara ákveða þetta 2029 að þá ætlum við að fara fullt. Ef við ákveðum núna í dag að fara á fullt, þá erum við að fara á fullt einhver tímann 2030 eitthvað, og hvert ár tekar mjög mikið. Þannig að þarna erum við í dálitlum vanda, vegna þess að ég alveg sammála að ríkisstjórnin þarf kannski að forgangsraða og vera svolítið svona flaggskip í því hvert á orka að fara. Það ekki hægt að hafa þetta villta vestrið áfram, vegna þess að ég ímynda mér þá að gagnaver og gervigreind yfirtæki 95% af orkunni, vegna þess að þar liggja peningar. Það ekki mikið gagn í því í baráttunni gegn loftslagsbreytingum og torkunni í að framleiða fleiri kattamyndbönd. Það ótækt og sæstrengur geti líka verið einhverju hugmynd í framtíðinni, það svo sem ekkert langt, 2014. Ég held að hann verði aldrei. En 2014 þá ræddi forstjóri Landsvirkjunar þá hugmynd, og hann skeytur stundum upp í miðflokknum þessari hugmyndu svona. En ef einhvern tímann verður talað eitthvað vitið því að leggja sæstreng, þá skiptir máli hvort orkan í gegnum sæstrengin að bjarga heiminum eða ekki. Sæstrengur held ég bara borga sig ekki. Ég bara tala siðferðislega. En við getum flutt út orku með rafelsneyti. Það gæti gerst. En það sem ég hef áhyggjur af loftslagsbreytingar og losun kolefnis. Við ætlum að draga saman á þeim skala sem þarf fyrir sem IPCC segir, og ef við ætlum að taka mark á IPCC og IPBES sem líffræðilega fjölbreytni á sama tíma, þá gífurlegu viðsnúningur sem það sér stað.
viðsnúningurinn tæknilegur, hann líka samfélagslegur og ef við þurfum að gefa eitthvað eftir og það sem mér finnst vera ríkjandi að við erum tilbúin að gefa eftir, við eigum að vera tilbúin og það svona pressa, við eigum að vera tilbúin að gefa eftir einhverjar náttúru til þess að hafa það komið út í plús svona í stóru myndinni en við tölum ekki nóg mikið allt hitt sem við getum gefið eftir og eigum að gefa eftir og ég ekkert bara að tala álið er þetta langstærsti orkuframleiðandinn á Íslandi en þetta líka spurningum að snúa og breyta samgöngumynstrum okkar, hvernig við ferumst til útlanda ýmislegt svoleiðis og meðan við getum ekki einu sinni komið upp lesta sporvagni eða allavega samgöngum fyrir endurnýjanlegum orkugjöfum almenningssamgöngum milli Keflavíkur og Reykjavíkur byrjum þar. Já, mér finnst bara mjög erfitt að það sé alltaf svona byrjað því að tala hvað sem að gefa eftir mikið að náttúru samtalið alltaf þar og alltaf leið, við skulum tala það en við verðum að tala hitt líka. Það góða punktur. Hallgrímur, ég ætla að leyfa þegar ég að loka orðið, við þurfum að fara að hætta. Hvað þessi tækni komin langt með fanga, farga, það hefur ekkert blásið byrjað fyrir Carbfix? Það allt önnur tækni. Carbfix bara sem sagt að taka það sem búið að fanga og setja ofan í jörðina. Já. Og öðruleyti þessi tækni bara komin það langt að það byrjað að framleiða rafeldsneyti á mjög mörgum stöðum í heiminum. Það meira að koma í RÚV fréttum núna fyrir örfáum vikum að það var verið að opna framleiðslu stöð í Danmörku, í Kassu heitir hún, það sem verið að framleiða rafeldsneyti fyrir Mersk og önnur flutningaskip. Þannig að þetta að gerast mjög hratt, mjög víða, í rauninni alls staðar í heiminum. Á hverjum stað með svolítið sínum hætti eftir aðstæðum. Sumstaðar verið að nota í rauninni svona biomass eða sem sagt líffræðilega efni sem falla til við akuryrkju og skógrækt og annað til þess að vera sem sagt upprunnin fyrir kolefni sem verið leitað. Ísland alveg fullkomið fyrir það að nota losun stóriðinnar. Þar mjög mikið magna kolefni. Og, þetta ekki byrjað? Hvað segir þau? Þetta ekki byrjað? Nei, þetta ekki byrjað. Nei, það áformað að þetta byrji 2028. 2028? Já. Eftir 3 ár? Já, og þá gerir svo margt jákvætt. Þá fer losun stóriðinnar ekki lengur út í andrúmsloftið og það oft fær stóriðin að heyra eitthvað mjög neikvætt í umræðinni. Það svona siður Íslendinga að tala pínlítið neikvætt stóriðina, en ég ætla allavega að slengja því fram sem staðreynd að stóriðin á Íslandi gæti verið aðal ástæðan og aðal hlekkurinn í því að Ísland geti orðið jarðefna eldsneytislaust fyrr heldur en flestar aðra þjóðir vegna þess að þarna höfum við svo miklu uppsprettu af kolefni sem að gæti gefið okkur möguleika að framleiða umhverfisvænt eldsneyti og nota allstaðar það sem verið að nota jarðefnaeldsneyti núna. Okay. Þannig að gefum stóriðinu þann plús. Ok, það ögrandi svona viðsnúningur. En kæra þakki fyrir komuna. Við byrjuðum á einum stað og svo fórum við svona svolítið út við að völl eins og oft en það ákveðið samhengi vona ég í þessu öllu og ég segi bara missum ekki sjónar á boltanum sem umhverfis, sem loftslagsmálin sem bara skilyrði okkar til að vera til. Það hlýtur að vera alfa og omega alls og allt hitt verður að skoða einhvern veginn í samhengi við það, ekki satt? Sammála því. Já, ok, ljómandi. Þorgerður María Þorbjarnardóttir, formaður Landverndar, til hamingju með þetta málþing sem að mér fannst mjög gott síðustu helgi og takk fyrir það. Bara vel gert og takk fyrir komuna og Hallgrímur Óskarsson og Carbon Iceland, takk fyrir komuna líka. Takk. Við höldum áfram hér eftir andartak, förum í annan kafla, ekki fara langt kæru hlustendur og áhorfendur. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is